Klukkan orðin 4. Það föstudagur 18. mars 2016 og FM 95 Blöður hafi göngu sína þennan, bara fallega föstudag. Aha. Auðun Blöndal heiti ég og beint á móti mér sitja tveir snillingar. Annar heitir Steindi Junior, vertu velkominn. Já, takk fyrir það, takk. Þú ert væntanlega fyllandi fínn og fróðandi góður, ekki? Já, ég myndi segja að ég væri fyllandi fínn og fróðandi góður í dag. Já, helviti góður. Eitthvað að frétta? Nei, það voða lítið að frétta. Það bara brjálæði að gera og menn eru bara að stúsast í hinn og þessu. Já, bara feskir. Góðu fréttnir eru þær að ég var að opna mér eitt bjór. Já, ég reyndi að sé það. Egill, hvernig þú? Ég held ég bara aldrei verið betri held ég. Gott að heyra. Eitthvað að frétta þér sérstætt? Já, ég komin í páskastöð. Ertu komin í páskastöð? Já, það má ekki gleyma því. Þetta síðasti þáttur fyrir páska. Já, við ætlum ekki að vera með páskaþátt. Nei, við vorum með það í fyrra bara. Já. Ég í páskagýr. Þú verður hins vegar með þátt á páska, föstudaginn langaði ekki? Hörru, ég með stuðlaða þátt föstudaginn langaði milli 8 og 9, ekki með ykkur félagunum. Verður sóló í stúdíónu. Ég bara kemst því niður ekki í stuðlaða þáttiðin. Þið vantilega verður ekki stiltur inn. Ég væri til í að fá að heyra 2 lög í þessum þætti. Hvað með það? Ég tek óskalög. Já, ég væri til í að fá að heyra Mortal Kombat tímið. Þetta skrifa þetta hjá mér, ég er með Word-skjal síðan mjakin öllum lögurum Mortal Kombat tímið. Já. Bara klassiska Mortal Kombat tímið. Já, það líka til rosalega Þetta ykkur stereo-trans útgáfaði. Já, það til nóaði og ég með eina rosalega góð. Ég er til svoleiðis af öllu. Já, ég fekk sent núna daginn frá manni á Twitter. Mortal Kombat tímið sem var alveg útústerað. Ég er að spá ég að spila það fyrir þig. Já, og svo eitt annað, ég væri til að mynda opna þáttinn á Terminator 2 tíminu. Má ég finna trans-útgáfa á Terminator 2 tíminu? Já, sjálfsögðu, það væri bara betra. Við skulum hægt að ræða hann á stuðlaða þátt sem er á föstudag langa og ræða þáttinn sem er hér í dag. Við erum með þéttan og góðan þátt í dag handa hlustendum maður. Já. Það er veisla framundan, það er ekkert flóknari það. Pétur Jóhann hitt okkur fyrir í dag og tók upp 2 stórkostleg símtal með okkur. Annars vegar er það Graðimaðurinn sem hringir í sveit, æðislega símtal og það var bara kona það sem spurði hvort hann þurfti ekki að leita sér hjálpar. Og svo erum við líka með, svona vonda atið sem var dagskrárliður hjá okkur alltaf á miðvikudögum þegar Pétur var. Já. En þetta vonda atið í dag er ekki vond á neinn hátt. Mér fannst það æðislegt, hann var að hringja í ljósmyndastofu. Já. Og biðja ljósmyndarann að koma og taka upp því hann væri með fermingu í fyrramáli, væri að ferma. Já. Og ljósmyndirinn var til í það, en þá var Pétur Jóhann ekki að tala að ferma krakka sinna, heldur var hann að fara að ferma og afferma bílinn sinn. Það biðja hann að koma á. Þetta er æðislega símtal. Hvet ykkur til að tekka á því. Spurningakeppni Gilsarans er á sínum stað, sé ég. Þú ert búinn að skrifa það inn á. Klárt. Svo er dagskrárliður sem hefur verið í góðri pásu og er FM 95 Blöð gott talent. Já, það er svona, Nýjasti kynnirinn kemur hérna eftir í smá spjall, hann Gauti, og hann ætlar að vera dómari en vill líka leyfa áhorfendum að velja. Já, þetta er svolítið svona í tilefni þess að talentið, það eru live-þættirnir byrjar. Já. Og mér líst nefnilega vel á það, því að senast þegar við gerum þetta, þá var allt of mikið vald á dómaranum. Já. Hann hafði allt of mikið vald, hann hafði Þannig að það eru hlustendur sem vel í dag. Mér finnst alltaf að Gauti verið hreinskilinn og segja, mér finnst nú líklega að þessi vinni eða hinn. Þú veist, ég eða Egill, við erum að fara að keppa eða ekki. Já. En mér finnst að hlustendur að hringi inn. Ætlar að taka hlustendur inn og... Já, það verður fyrstur upp í 3 atkvæði, hann vinnur. Bara 3? Já. Það sem hræðir mig svolítið í þessu, ég er ekki búinn að ákveða atriðið mitt. Og nú ekki mikið tími í það, sko. Nei, hvað erum við að tala um? Akkur tekur ekki bara dúurnar og geimurnar og það gæti það? Nei, guðana bænum. Hvað meinur, leikritir, Hrannar og húsdrekarinn? Það getur nú bara verið mjög góða punktur að taka það. Ég held að hlustendur var alveg til að heyra meira en það. Nei, var það leikrit ekki dautt? Svo erum við Brask og Brall þar á sínum stað líka. Virkilega hressandi dagskrárliður. Og svo held ég verð nú að hringja aftur í pappa einstendi. Nei, við skulum ekki gera það. Ég þarf að heyra í honum, hann er blowing up. Hann er ekki blowing up. Jú, það var grein hann á Vísi og hann náttúrulega kallinn er að slá í gegn. Nei, og líka eitt sér að koma. Með að Guðmundur Þórarinsson, bróðir Ingo Veðuguð, er mjög hæfilegur söngvari og hann ætla að frumflytja nýja lagið hans hérna eftir líka. Hann er bara með allan pakkan, hann er ekki líka hrikalega góður í fótbolta. Fárlega góður í fótbolta og líka góður söngvari, þannig að það er allt að gerast þetta. Herra Selfoss. Það er alveg bræður hann, báði tónlistarmenn og fótboltamenn. Og Ingo semur lagið með honum. Hvernig er staðan á The Weatherman? Er hann ennþá í fótbolta eða? Nei, eru þeir ekkert að taka dúet saman félagarnir? Eru þeir ekkert að barla eitthvað? Hann er erlendis bróðarna Já, hann er atvinnumennsku Það er góð Hann er professional Ingo er jafn góður hann bara einbættir sér tónlistinni Það er meira kassi eða Ingo rakar það mikið Það er engin tónlistamæður í Íslandi sem rakar meir en Ingo Já, ok, gott að heyra Og ég lokka Ingo til hamingi með það ef hann er að hlusta Hér eftir smá stund förum við líka í hvort myndirðu frekar En byrjum þetta á hljómsveitinni Coldplay
og ég held að Rihanna sé með henni í þessu lagi. Þetta er alltaf virkilega flott lag. Nei, Beyoncé með henni í þessu, fyrir ekki. Elsku vinnir og lífsförunautar, þeir að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Það er Steindi Junior, Egill Gils Einarsson og Auðun Blöndal með ykkur á þessum glæsilega föstudegi, 10:04, sem þýðir einfallega það, Auði, að við séum að fara í... Við erum að fara í slúður. Það er slúðrið. En já, það var eitt skemmtilegt sem ég var að sjá hérna á netinu áður fyrir mig slúðrið að þú mátt ekki skýra krakka en IKEA í Svíþjóð. Já, ok. Það er sem sagt ekki... Hvað, akkur má ekki skýra barnið eftir búðinni? Ég veit það ekki, þetta er bara eitthvað... Máttu einhver staðar í heiminum skýra barnið þitt IKEA? Ég meina, það má skýra barnið Billy eftir Billy-heillunum sem þið selja. En ef þú byrði IKEA þá máttu ekki skýra krakka en IKEA. Þetta er ekki stöldu staðarind þannig að Guðbrandur. Ef þetta er stöldu staðarind, þetta er bara... Þá ég lætt fótið mig niður. Þetta er bara eitthvað sem ég las. Varstu að lauma því inn og ég bara fatta, varstu ekki að kveikja þetta? Hann var að lauma ekki að fatta. Ykkur fannst þetta áhugavert? Jú, þið voru bara, má það ekki? Ég skildi ekki akkur það var utan við sig, 2 sekúndur. Nú förum má ekki sofna á verðinum. við í slúður í FM 95 Blöð og ég ætla að byrja að slúða. Lofaði mér að sé eitthvað með Patrik Schwarzenegger í dag. Lofaði mér því. Það er mjög líklegt þar sem að þessi maður er ekki að gera neitt annað en að vera sonur Arnold Schwarzenegger. Ég ætla að byrja þetta á mínum uppáhaldssöngvara fyrir og síðar. Hann og náttúrulega, já, Michael Jackson maður, en Kurt Cobain, haglabinsan sem hann... Áttu einhver söngvara sem á lífið eða? Hvað segirðu? Þegiðu maður. Haglabinsan sem hann notaði við að fyrirfara sig þegar hann skaut sig. Hún er núna til sýnis hjá lögreglunni í Seattle og það er verið að reyna að fá að setja hann á safn. Veit ekki með það, en núna getur fólk farið og fengið að skoða haglabissuna sem að Kurt Cobain notaði í þessu skelfilega skelfilega sjálfsmáli. Hvað þunglindis slúður er þetta? Hvort með eitthvað með Kardashian og Miley og eitthvað svona sem vingar upp á daginn? En sjáu þess að ef ég snýði þetta skjánum, það er eitthvað, sérðu, þegar maður sér byssuna, það er eitthvað óhugnandi við að sjá, ok, þetta er bara byssan sem maður notaði til að... Já, blóðslettur á henni og allt. Það er líka að þetta var hetja þín. Það er líka að þetta var hetja þín. Hetja mér, bara dýrkaði þess að hljómsveit á sínum tíma. Svo er það, ég skal koma með smá Kardashian slúður fyrir þig, en Kim Kardashian, hún er komin á Snapchat eins og flesti vita og ég kom inn á hérna í síðasta þætti. En það er eitt snapp sem hefur vakið mikla athygli frá henni, þar sem að hún var að taka Snapchat af Kourtney Kardashian og Scott sem er einmitt uppáldið hans pappa. Herru, ég getur þetta að ræða þetta pappa. Nei, ekki gera það. Og það er þannig að þau voru að taka svona mynda sem þau voru að swappa face-onum, eða svona andlitunum. Sem er vist mjög skrítið því að þau héldu utan að hvort annað voru hlæjandi en þau eru ekki saman í dag. Þannig að nú eru sumir aðdáendur þáttanna að byrja að hugsa hvort að þetta sé nú bara gert fyrir þættina að þau sé ekki samanfattaru og allt þetta drama í kringu það. Hvað veit það ekki? Hvað er að okkur? En eru þið ennþá að nota þann filter að svappa andlitum eða er hann búinn? Þessi Snapchat filter, verða það ekki svolítið fljótt þreyttir? Hefur face-swappað við pullu? Ég hef reyndar ekki gert það. Það væri veisla. Já, það getur verið. Getur þetta hendið það í kvöld? Ég skal lofa ykkur því. Ég skal henda face-swappið að mér og Pullu inn á FNI fyrir blöðsnafi. Kemur það inn í kvöld. Já. En, hvað haldið þið? Nei, og ég þarf eiginlega ekkert að spyrja ykkur um þetta. Ég ætla að tala með pappaðan um þetta, Steindi. Verður hann aftur línun að tala um Kardashian líka? Já, verður ekki að hringi Kardashian alveg glata og sért alltaf að hringi pappa minn. Mér finnst það bara ekki lægi. Hvað er þetta eitthvað Nei, mér finnst það bara asnalegt. Þarf þú að vera eini frægi í fjölskyldunni? Nei, mér finnst bara steikt á að sért að vera að hringi hann. Okkur má hann ekki fá tækifæri til að shine eins og þú. Nákvæmlega. Nei, svo Steindi sendi mér áðan eitthvað hérna á Facebookinu. Einhver að hringi pappa. Ég er bara pottþétt, mér finnst það snillingur. Og svo er það T.I. rapparinn. Hann er núna búinn að banna þeim sem ætla að kjósa Donald Trump að spila tónlistina sína. Hann er harðorður og segir I don't want your money if you support Donald Trump. Þannig að ef það er einhverju T.I. aðdáendur þarna úti, náttúrulega það er enginn hér á Íslandi sem að kjósa Trump hvort þið er. Nei, það eru fullt af Trump aðdáendum hérna á Íslandi röglega. Er hann ekki hrifinn af Trump? Þetta er fullt af hálfvitum sko. Já, en það er hérna ætla að verða eitthvað svona í forsetakosningunum hjá okkur. Já, bara sá sem að les bækurnar Þorgríms Drafnsson. Ekki vera að hlusta á FN9 fyrir blöðu, ætla ekki að kjósa Ásta Magnússon. Eina vandamál er bara. Það er yfirlýsing núna. Ef þú ætlar ekki að kjósa Ásta Magnússon, skiptum stöðu núna. Já, þetta er orðið um 40 frambúðin í Íslandi. Það er þetta að fylgjast með þessu núna. 40 frambúð, það er bara annarkveð maður. Það er bara einhver húsvörður á framnesveginum bara að bjóða sig fram. Þú þarft ekki að vita neitt annað. Ástór var að bjóða sig fram, við kjósum hann. Hvernig ætlar þú að kjósa? Ástór Magnússon. Að því, topp náðungi. Nei, reyndar þekki hann ekki neitt, en hann er búinn að vera hérna
Ég meina, hann búinn að reyna þetta 4-5 sinnum. Já, og bara síni dedication hjá hann. Já, ég meina. Já, hann má gefa hann það, hann að fighter. Já, hann ágætt að fá hann á móti Trump líka, ef Trump að fara að vinna þetta úti. Við tókum upp innslagi Auðvitað og Sveppa þegar við fórum með metalíu til hans eins og ný. Var lítið skrítnastur í eitthvað könnun hjá okkur að vísi skrítnast Íslendingur eða eitthvað þannig. Já, hann ekki fallega gert það þér. Nei, það voru Íslendingar sem kusu. Ég man ekki hvað hann vann eitthvað. Við fórum alltaf heim til hans og hittum hann. Það var rosalega skrítið vibe heima hjá hann. Skrítið stemning? Já, ég erfitt með að lýsa henni. Það var bara svona eitthvað. Skrítin / góð stemning. Já, skrítið þarf ekkert að vera vant. Hvernig labbaður inn til Ástórs og... Flott hús. Ok, já, hann drullar peningum. Já, af hverju er hann svona ríkur? Og það er bara drullar cash. Já, og hvernig? Ég veit ekki. Hvernig var það svona efnaður? Við viljum líka hafa fórseta. Eina sem ég veit að hann á milljarða. Hvernig vilt þú fá sem fórseta, Egill? Ástór. Ég ætla að, málega, það dælast það margir inn. Ég ætla einhvern veginn að lega fleirum að dælast inn. Ég að býða þetta svona bara hérna lagermann, alveg lagergóm. Að við varum alveg hreinskilin. Lagergóm úr IKEA rúmfattalagar sem einhver vinnar sem peppa og nýta. Ég búin að vera að pæla svolítið í þessu. Það enginn annar sem ég væri eitthvað impressed að sjá. Jú, ég tók þráins má segja að það ætla að fara í þetta. Nei, það væri einhver sem myndir hún að segja, hver getur mögulega stigið fram núna? Eigi ekki sleggjarnar eftir að koma inn. Já, en hvað sleggja? Hver gæti á Íslandi stigið þetta fram og þú alltaf, já, ég ætla að kjósa þennan? Ég veit ekki. Það ekki hann. Jú, hann getur dótt inn. Hér eftir smástund FM 95 blöð gott talentir tilbúinir það, drengir. Þetta ekki. Gauti, MC Gauti, rétt og mættur. Ég ætla að taka þetta í kvöld. Hvað ætli fari mér best? Chaplin eða Zorro? Veldu þér lykilviku í mars á ob.is. 5 krónur á lítranum til Mottumars og 13 króna afsláttur til þín í heila viku. OB og Mottumars. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Býtu, varst að fylla á tankin hjá Orkunni? Þú gætir fengið eldsneytið endurgreitt. Við draugum daglega fram með páska. Takk fyrir tankin. Takk. Orkan. Þú færð engan bikar, bara peninga! Fullt af peningum þegar þú verður Evrópumeistari í heppni. Potturinn stefnir í 8,5 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Mistur af Fargo. Þú þarft ekkert að skammast þín, en kipptu málun í lag með Skjá einum hjá Símanum. Þar bíða báðar seríurnar af Fargo í heild sinni og margar þáttaraðir í viðbót. Fáðu þér heimilispakkan núna á símin.is eða í Síma 800 7000. Þú getur meira með Símanum. Og sjá, hann reis upp á 3. degi. Því þá fyrst þurfti hann að standa upp og sækja hleðslutæki. Því hann fékk fermingargjöfina úr Makklandi. Og hún virkar svo vel. Nú má engin stig missa í titilbaráttunni. Tippaðu á Everton Arsenal. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Ertu búinn að dressa þig upp fyrir helgina? Kíktu við hjá okkur. Jack & Jones Kringlunni og Jack & Jones Smáralind. Á Stöð 2 Marathon getur þú horft á heilu þáttaræðurnar þátt eftir þátt og nú hafa póstbræður bæst í hópinn. Þú ert reykinn. Mútsi. Það ekkert í boltanum, strákar? Laga. Sjá hár sem vex út úr vörn. Velkomin í rockkornið. Rúski karamba! Láttu þau líða vel í sofanum og horfa á Stöð 2 Marathon þegar þér hentar. Stöð 2 Marathon fylgir völdum áskriftarpökkum 365. Tryggðu áskriftum núna á 365.is eða í Síma 1817. FM 95 blöð og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Þetta The Weeknd með lagið Earned It hér í FM 95 blöð. En við erum komin með góðan gest hingað í settið. Það engin annar en, kynnirinn Ísland gott talent. MC Gauti, verður velkomin. Já, ég komin til þess að plugga inn að Tekin 3-seríun. Svo byrjaði þið sumar. Gott að sjá þig, Gutti. Hvernig ertu? Já, gott að sjá okkur líka. Það er ekki? Yndislegt. Já. Það fíla hvað kósí, allir á sokkunum. Rikki G hendi teppi upp hérna og eftir hann hendi teppi upp, þú ert miklu meira kósí. Ég oft bera ofan hérna, sko. Já, næs. Þetta þægilegt, sko. Það var miklu ógeðslega. Næs fyrir þig. Já, næs fyrir mig, engan annan. Og það live-útsendingar á fullu í talentinu. Jú. Hvernig er þetta fílað í live-inu?
Fyrsti þátturum var svona ákveð stress. Þetta er kick. Já, algjört ég vissi ekkert hvað ég var að ganga inn í. Hinni þættirnir voru þannig séð easy en nýtt verkefni eins og þekkir sjálfur að fara í fyrsta sinni live útsendingu svona sem fólk að öskra í eyra á þess. Já, þú ert með fullt af röddum, það vita það ekki allir, en hann með fullt af röddum í eyranu sem að segja hvað kamerur og... Ef ég var í live útsendingu, ég myndi segja, herru, ég ætla ekki að vera með hennar Gorm. Ég nenni ekki að vera í eyranu. Síðan maður að fá, á meðan ég bara, já, við erum velkomin í fyrsta undan... Ef þú eitthvað bara, Gauti, þú var að kikka í vel 3! Nei, þá var bara, pann, klamira 3, ekki þetta, Jóhann! Já, en ég minna, ok, geta þær ekki verið á sér rás? Akkur þurfa þær að láta Gauta heyra allt þetta rugl? Jói, pannaðu! Gauta reyna að tala. En talandi Ísland Got Talent, þá ætlum við að nýta það að Gauti sé hérna hjá okkur og fara í dagskrárlið sem hefur ekki verið í marga mánuði og heitir FM 95 Blöð Got Talent. Hann er hér Gauti sem sérlegur ráðgjafi og kynnir. Af hverju ert þú ekki að keppa? Af hverju þarf ég og Egill alltaf að keppa? Af því að þetta er svolítið ykkar. Það er líka að fara úr, af því það er oft sem að ég er að kynna og ég er náttúrulega í hlutverkinu, ég að banna að dæma. Já. En oft langar mér að dæma, þannig ég er mjög glaður að fá að dæma hérna í dag. Já, en þú veist að þú hefur samt ekki, þú mátt alveg segja, ok, mér líst betur á þetta aldrei en hitt, en þú hefur ekki final kallið, við ætlum að opna fyrir síman. Já, en ég má samt segja bara hvort þetta sé svo. Já, þú hefur áhrif á... Mér er alveg saman að hver vinnur. Þú hefur áhrif á símakostninguna. Þannig að það, svo er það 511-0957 fyrir, hlustendur. Ég náttúrulega hef verið að vinna mikið með, svona, ég ætla að láta Gauta vita því, ég hef verið að vinna mjög mikið með, dýrin. Ég hef verið að vinna mikið með hrannar og húsdýragarðinn og ég ætla að gefa því pásu í dag. Heyrðurðu það ekkert um einhvern? Nei, þú, hvað varst að vinna með... Ég var að vinna svolítið með sko útvarpsleikrit. Ég var að vinna með hrannar og dýrin og það var hestur og ugla og svín og fleira. Það var bara hræðilegt. Það voru geimverur sem kom með þetta og þetta voru mjög flott leikrit og mikill metnaður í þeim. Og það skilaði oft sér í mér. En þú ert á undan í dag? Nei, ég hef aldrei... Ég hef aldrei verið á undan maður. Má ég ráða? Hver er á undan? Já. Hvort viltu að Egill byrja eða Steindi? Ég er eiginlega smá til að spara Steinda. Ok, getur kastað upp á. Ætlar Egill að byrja? Egill, þú ert með skipulaður. Já, hann er tilbúinn að keppa. Já, ég er bara... Hvað ætlað þú að gera í FM 95 Blöð Got Talent? Sko, það er bara 2 headphoneina og sko, dómar þarf að vera með 1. Þá verður þetta að lifa inn í atriðið mitt. Þá þarf þú að stela bara headphonea Steinda með hann. Þá lána það á Steinþóri. Ekkert mál. Þannig að Steinþór mun kannski ekki upplifa atriðið eins og á að vera því þú ert ekki með headphone en það var að hafa það. Ég næði allavega. Þú næði, það er mikilvægt að MC er ná. En þú ert með soundtrack undir, sem sagt? Að sjálfsögðu. Ég er búinn að vera að gera undirbúið mig fyrir þennan þátt og þennan lið í núna 2 vikur. Já. Við erum allir undirbúinir, nema þú. Ég er undirbúinn. Svo var ekki tíma. Hvað ætlar að gera, Egill? Hörru, ég er bara það er smá stress í mér. Já. Þannig að þetta er væntum að kannski kennir eins gáðs í dómar en þú með eitthvað svona trikk til þess að ná stressu númer rétt á henni fer á svið eða? Já, bara hugsa hvað ógeðslega margir að hlusta og dæma. Já, frábært, takk. Í, þetta var ógeðslega ógeðslega á nálum þetta að heist þetta. Sko, já, atriðið mitt er, ég ætla að setja að vera með hvetjandi Silvert Stallone ræðu fyrir alla þarna úti sem eru búin að fara mótlæti í lífinu undanfarið og eru við það að bugast og eru við það að kasta inn handklæðinu og segja að þetta er komið gott, ég er búin að fá ógeð og þetta er fyrir það fólk sem þarf smá. Þú ert með ræðu í FM 95 Blöð Got Talent. Silvert Stallone ræðu. Ok. Ertu tilbúinn? Það er eitthvað nýtt eða ekki. Það er ennum ræðan, það er flott það. Það er frumlegt. Keppnisskapið byrjaði Steinda. Ert þú tilbúinn, Egill? Ég er tilbúinn. Byrjar atriði Gauti, dómari, þú tilbúinn? Tilbúinn. Ok, byrjuðu. Líka hlustendur að hlusta því að þið dæmið. Mátt hækka þetta aðeins auðvitað. Þetta er í botnið hérna. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. And I don't care how tough you are, it'll beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much it can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now if you know with all your worth, go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits.
and not pointing fingers saying you ain't where you wanna be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you! You're better than that! Og þetta aldrei. Ok. Jesus. Herru, hvar var Sylvester Stallone eftirhermanum það? Ég er svona smá saman að muna af hverju við hættum í FM 95 Blöð og Af hverju erum við að þessu? Ég skil þetta ekki. Alveg rétt. Ég kom það svona með að dæma þetta núna. Já, nú ættu að segja hvað þið fannst með Andri. Hvernig verður hreinskilin, Gauti? Það var svona, og nú er ég, ætli ég að segja bara nákvæmlega sem ég var að hugsa. Og horfðu þið á fyrsta þáttin af Ísland gott talent þegar Sölvi Fannar tók þátt. Fílíku kongur. Já, ég sá það. Sölvi Fannars maður. Hann byrjaði leikrit á því að vera sleginn af konu. Já, Fílíku meistari. hann var sett með ljóðalestur. Já. Og var búinn að lesa ljóð á playback og var síðan að dansa við. Já. Frá besta atriði séð. Og var sleginn af konu, sko, af því að hann var of sexy og eitthvað. Já. Og þetta var nú bara ágætt. Þetta Takk að kærlega verður að gefa mínustigi fyrir það að þetta var á ensku. Já, ég sammála því. Sammála Hvað er því þetta? Slægirinn kann ekki íslensku. Nei, sko þetta var ekki slægirinn. Það var bara... Var þetta ekki slægirinn? Þú ert að taka meira, þú veist, þú ert að vera lamaður öðrum megin og henda þessi yfir á íslensku. Það er kannski átt séns. Ég meina, já... Það er þetta að fara til tannlæknis og láta deyfa. Eina markmiðið var að hvetja allan úti sem eru búin að vera eiga erfitt líf undanfarið og það var eina markmiðið mitt og það var að gera góður. Ég þarf aðeins að fara að halda utan þetta Gauti. Ég þarf bara að fá svar frá þér, Gauti. Fannst þér þetta gott eða slæmt? Mér fannst þetta hittir í fimmuna. Þetta er meðalagi. Fimma? Já, mér finnst það mjög flott. Það er bara allt Þannig að þú ætlar að syngja í íslensku, það ekki, Steinþór? Það er búið að setja út það og setja á ensku. Hvað ætlað þú að gera, Steindi? Ég ætla að vera með... Ég er alltaf búinn að vera með leikrit. Ég sé á andlitinu Ég ætla ekki að vera það. Ég ætla að henda í eftirhermur í dag. Já, ok. Það hendi í eftirhermu? Ætla að henda í eftirhermu. Ætlar þú að vera með eftirhermu núna? Ætla þú að vera með eftirhermu núna? Ói, ertu að fara í þetta? Nei, Steindi! Ertu að fara í þetta? Ói, Steindi! Nei, er ekki lægi! Ég er að tjóka! Nei, ég er að grínast. Ég hélt bara að ná botninu! Já, þetta var, ég er að tjóka. Ég var að grínast. Sæðar, þetta var grín. Ég beð hlustendur afsökunar. Ok, hvað ætlar að gera? Þetta var bara smá sprell í mér til að losa kvíðan. Sko. Það að syngja á íslensku út af það. Nei, Það hefur verið ógeðslega erfitt að alaða upp maður. Já, ég veit að ég var ömurlegur krakki. Sko, Egill, þetta er á ensku, líka. Ha? Já. Heyrðu, ég var dómar að sagði rétt á það. Ég veit það, en ég er ekki með texta og díalóga. Ég er með lag. Ok, ætlar að syngja? Ég ætla að syngja, og ég ætla ekki bara að syngja. Ég ætla að syngja erfiðasta lag sem hægt er að syngja. Ok, en ert þú með eitthvað svona, ert að gera eitthvað góðverk í leiðinu og síðan? Ert að hvetja eitthvað úti? Já, þetta er bara fyrir alla þá sem er að reyna að komast áfram í tónlistin er ekki alveg nógu góðir. Ok, hvaða lag ætlar að syngja? Ég ætla að syngja Whitney Houston, I Will Always Love You, a cappella. Já, ok, engin söngur undir? Engin söngur. Fokk, undirspil í talentinu. Þá skulum við bara fá þögn hér í stúdíu. Og býði, ég ætla að býðja núna hlustundur áður og dómnefnd, aðalega Gauta, að vera með lokaðun og komast inn í þetta. Ég ætla að vanda mig eins og ég get. Ok. Er ekkert undirspil? Ekkert undirspil. Ekki neitt. Þjálfur þetta. Ok, eru þið klár? Ekki, ætlar að taka þetta upp? Já. Ok. Nú byrja ég. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Oj, áfram. And oj, hvað býttu? Ég ætla að fá, hvað býttu? Guðminn almáttur. And Þú fá að heyra sem I will always love you. Það er komið X.
ég lækka niður í X-ið sem þú fækst X. Ég er ekki að vera leiður og ég held... Ok, ég veit ekki, það kom ein fölsk nota. Það kom ein fölsk nota, þetta fyrir slisti. Það var því ég var að veipa. Ég heldur þurfum ekki að fá hlustendur inn eins. Jú, auðvitað. Við verðum að heyra hvað ég fann. Herðu, mér fannst þetta mjög gott. Þetta var kjarkamúf. Ég fór einn í þetta með ekkert undirstig. Þetta var ekkert ræðilegt. Þetta var ein fölsk nota og ég beði afsökunar á því. Hversu lélegur söngur ertu eiginlega? Hvað er að þér? Þetta var bara hefur vel gert. Gauti, það ekki? Þetta, 5. Sorry. Ég horfði á svipinn og... Ég er að fara að koma með einhvern. Ég horfði á svipinn og Gauti það var að syngja það. Ég er að fara að koma með einhvern. Þú færð svona stjörnulímiða. Nei, fæ ég stjörnulímiða? Við skulum tekka hvað þú stendur segja. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fann þitt atkvæði? Herru, ég ætla að tilengja svolítið mínu manni Kempe Jones þetta atkvæði. Já. Og því að láta Steinda fá. Nei! Yes! Þetta var smá Kempe Jones í. Já, ok, við skulum sjá hvað aðri hlustendur segja. FM, góðan daginn. Góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði í dag? Sko, Öddi fær, nei, Gils fær allavega pottitt ekki mitt atkvæði. Já, þetta er ég mjög ánægð með þetta. Já, meina Steinda. Þetta er bara, ég tók á þetta. Þeir hafa misbúið eyrunum á með þessar ræði, alveg bara magnað. Þannig að Steindi fær þitt. Já. Það eru Steindi komin í 2-0, takk fyrir að ringja. FM. Við erum að tala um, menn eru hérna... Halló. Halló. Hver fær þitt atkvæði? Herðu, ég held að Gauti verður að fá mitt atkvæði. Ég held að mjög... Gauti komið að það sem er miklu fríði. Takk fyrir það, vinnur, og takk fyrir að ringja. Við skulum sjá hér síðasta. FM, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði? Það er Steindi. Steindi, hann vann þetta. Þetta er ekki lægt. Takk fyrir að ringja. Vistu það, þetta var nefnilega ekki alls slæmt. Ég lofaði hér með, við förum aldrei aftur í FM9 Ég ætla að fá að taka bara eina línu úr þessu. Nei, nú er ég að fá að heyra alvöru talent hérna. Skulum fá að heyra strákarnir. Bara ég og strákarnir, ég ríf af þakið. Bara ég og strákarnir. Bara ég og strákarnir syngur MC Gauti hér. Þið eru að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö, gott talent búið sem betur fer, segi ég nú bara. Djöfellir ég ánægður að hafa negla þetta svona. Bara afsaka fyrir mig að ég hafi einhvern veginn komið að þessu verkefni. Það þarf ekki að skammast yfir þetta, við vorum mjög góðir. Ég hef afsakað 2 verkefni sem ég tekið þátt í. Já. Það er Reykjavíkurnætur lagið sem ég tók í þátt í hérna fyrir FM. Já, og svo þessi keppni hérna fyrir FM. Já. Ég ætla þá að spyrja þig hér áður að sleppa þig, Gauti. Hvað er framvindinni á mínu manni? Ég er að vinna í plötu núna. Ok. Hérna, sem á að vera komin út í júní vonandi. Eða vonandi, og maður er komin út í júní. Já. Mæ-júní, en síðan er ég bara að klára þetta talentæventýrið. Já. Síðan erum við, sko, mér langar bara að segja eitthvað frá því hérna AK Extreme, sem að er sem sagt 7. til 10. apríl, sem er svona snjóbrettahátíð sem við erum búin að halda núna, ég held sko síðan 2002 fyrst. Já. Það kom einhver smá pása hana inn á milli. Já, þetta er að stækka, mjög rætt. Já, ég meina við byrjum hérna, fyrir 5 árum vorum við þetta á græna hattinum og þá voru bara einhver svona 5 snjóbrettagaurar að mæta. Það bættist aðeins við það, við sprengdum græna hattin á okkur og erum núna komnir á Sjallan. Hérna, og þetta er ekki bara tónleikar, þetta er þetta Big Jump keppni, hérna, snjóbrettakeppni, Gilinu og Akureyri. Já. Það er líka bara alltaf gaman að fara norðum, maður. Já, þetta er eiginlega brilljant, hérna. Þetta er bara basically fullt af fólki og svona líf í bænum þessa helgi og nóg að gerast og er það ekki svolítið þannig, hitt og þetta? Jú, þetta er fyrir alla, ég meina þú getur mætt hana þó svo sett ekki snjóbretti, en það er geðveitt ef þú rennir að taka þátt í þessu. Já. Geðveitt sjó og síðan Eru þið með eitthvað, byrju eitt annað, eru þið með eitthvað í keppninni, snjóbrettakeppni, eru þið með eitthvað fyrir þá sem eru ekki á snjóbretti? Geti ég farið og keppt? Já, það er til dæmis, við erum með skíðagöra líka. Já. Og snjósleða menn, en það er, sko, allir sem taka þátt í Big Jumpinu eru valdirinn og þetta er ekkert, veipum ekkert hverju sem er Ég vil til þess að Steinþór fara í Big Jumpið. Já, ég myndi nú alveg, ég geti treyst mér fyrir, ég myndi treysta mér í það. Eitthvað þannig?
Þetta hvað, 7. til? Þetta 7. til 10. apríl og og mér langar bara að lesa bara brota af line-upunni. Það sko Úlfur, Gísli Pálmi, Kökkur P, Agent Fresco, ég sjálfur, Sturla Atlas, GKR, DJ Flugul og Gameskip. Og þetta bara brota af line-upunni sem komið af blað. Ok. Brilliant. Við hvetjum alla til að kíkja á talentið á sunnudaginn og kíkja á Akureyri 7. apríl. Tix.is og ná einhverju með það. Tix.is, Gauti, alltaf gamla sag. Bang & Olufsen heyrnartólin eru alvöru. Þvílíkt sound. Bang & Olufsen heyrnartólin koma þér í endalaust stuð. Fermingargjöf í algjörum sérflokki. Þú ert á toppnum með Bang & Olufsen frá Ormsson. Pizzabátur bátur dagsins á Subway á aðeins 599 krónur. Beauty Bar var að opna glæsilega verslun á bíógangi Kringlunar. Í tilefni af því verður 15% afsláttur til sunnudags. Beauty Bar Kringlunni og beautybar.is. Samfilm kynir Gods of Egypt. Egypt must never be destroyed by chaos. Stórfengleg mynd með Gerard Butler, Jeffrey Rush og Nikolai Coster-Waldau úr Game of Thrones í aðalhlutverkum. Ein allra flottasta ævintýramynd ársins, Gods of Egypt. Komin í Sambíu. Það risapottur upp á 160 milljónir fyrir 13 rétta helgina. Ef þú veist ekki hvernig þessi leikir fara, hver veit það þá? 1x2 við tippum. Heiðursborgari vikunar nýji heiðursborgari Hemma Gunn. Hemmin borin fram í brioche-brauði með unaðslegri baconsöldu, chili majói og frönskum. Ekkert stress. Íslenska hamborgarafabrikan. Verum bara hress. Nú hefur Hebron fengið yfirhalningu. Nýtt nafn, sömu fötin. Sindri vinnuföt, númer 1 á Smiðjuveginum. Engin transvita, náttúruleg hráefni með sólblómaolíu. Marút gerir gott enn betra. Beauty Bar, allt fyrir útlitið. Beauty Bar Kringlunni og beautybar.is. Sérsmíðað kólagrill sem gefur alvöru kólabragð. Dirty Burger and Ribs. 5 í fötu. Það ekkert. Við erum með 6. Það Keiluhöllin Egilshöll sem færir þér FM 95 blöð. I'll never find it on my own. 'Cause this life ain't leading nowhere I can go. 95 blöð á FM 957 og núna í stúdíónu sitja aðeins Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon. Blessað. Pétur Jóhann orðinn svo mikið stjarna að hann vill ekki hafa neitt annan í stúdíónu þegar hann kemur í heimsókn. Nei. Það ekki rétt? Jú, ég læt yfirleitt ekki bara tæma stúdíó, ég læt tæma búðir og ég læt tæma bensínstöðar og sundlaugar og ýmislegt. Og sem bara eðlilegt. Ég meina, ertu ekki með sýningu í kvöld? Ég er með sýningu í kvöld, ég læt tæma það. Nei. Viltu gera með fullansal þar? Já. Pétur Jóhann óheflaður. Óheflaður í Tjarnarbíó. Já. Þú ætlar að koma? Ég ætla að koma í kvöld. Já, ég hlakka mikið til. Já, var að vera góð við mig. Já, ég verð góð við þig. Ég lofa því. Ok. Það er klukkan 10, þetta. Það er klukkan 10 kvöld? Já. Tjarnarbíó, ég mæti. Já, svona litli strákar eins og þú ekki að vera farnir að sofa það. Við ætlum að fara í gamlan dagskrárlið. Pétur Jóhann kom til mín í mötuneyti 365 í gær og sagði, herðu, ekki komið tíma á vondaðið? Já. Og aldrei mun ég neita þér símtal. Þú segist um einhverja hugmynd sem að mér fannst nú nokkuð skemmtileg. Hver er hugmyndin í dag? Ég er með ekki merkja hugmynd. Ég ætla að hringja í ljósmyndara og þetta fara á interneti og finna símanúmer helst hjá einhverjum rótgrónum ljósmyndara sem er búin að vera mjög lengi í bransanum. Ég er búin að finna eitthvað. Þú ert búin að finna? Já. Hringi hann og ég ætla að panta hann í fermingamyndatöku. Já. En ég er ekki að fara að ferma barn, ég er að fara að ferma bíl. Það er að segja sko ferma bíl. Bara sem að fermir og affermir bíla. Fermir og affermir bíla. Nákvæmlega. Þetta er orðagrín í toppklassa. Pétur Jóhann er að fara að ferma bíl. Ég ætla að hringja hérna í ljósmyndara. Gunnar. Já, góðan daginn Gunnar. Ég vona að sé í lagi að ég hef hringt í gemsan. Ég reyndi að hringja á stofuna, það svaraði enginn. Já. Mér vantar nefnilega ljósmyndara í fermingu. Og það er í fyrramálið. En þetta ætti ekki að taka langan tíma sko. Þetta er bara inn í Holtsbúð í Garðabæ svona 10 leitið, fyrramálið 10, já, og ætti að vera búið 11. Heldur að það sé eitthvað möguleiki? Veitu, hvernig myndtaka er þetta, segirðu? Þetta er bara ferming sko, við erum að
Við erum við erum svona, já, ætli við séum ekki 4 til 6 eitthvað svoleiðis, við erum enga stund að þessu og hérna, þú veist, ætti að taka mjög snögga stund, sko, þetta er ekki, þetta eru svona frekar léttir hlutir sem við erum að henda á. Sem að er þetta mynda hverju? Já, eins og ég segi, þetta er bara ég og bróðir minn og frændi og við erum að tæma þess að Holtsbúð 80. Þú veist hver þetta er, það ekki? Hæ? Þú veist hver þetta er, það ekki? Hvað, Holtsbúðin? Nei, þú veist hvað, þú kannast við mig, er það ekki? Aron, þú tókst myndir fyrir mig í brúðkaupinu. Já, ég skiptir ekki máli, þetta er allavega Holtsbúðin, það sem á brúðkaupi var og við erum að tæma það. Nei, og við erum að ferma sendibíl. Ég vilja eiga myndir af því. Tekur ekki fermingamyndir? Jó. Já, og ég er að fara að ferma sendibíl. Hæ, þetta að fara að ferma sendibíl? Já, við erum að fara að setja búslóð inn í bílinn. Ég vil eiga myndir af því, bara þegar Árni bróður og Sigti frændi þegar, þú veist, hann er hvílíkur kökvöldan Árni, ég vil bara sjá þegar hann er að halda á skápunum og svona, gaman að eiga þetta? Já. Heldur þú en ég hef aldrei myndað fyrir þig áður. Jú, bara, ég held alveg örugglega að verið þú. En ertu að taka fermingar? Fermingamyndir? Já. Já. Og ertu þá laus í þessa ferming? Við erum að ferma bílinn í fyrramálið. Já, ég er að tala um fermingarmyndatökur. Já. Já, en þú ert að tala um að afferma og ferma bíl. Já, bara ferman í rauninni. Já. Ég ætla að skoða þetta, ég hef samband við þig. Já, ok, þakkaði fyrir. Já, bæ. Hvað snillingur var þetta, mann? Fannstu bara einhvern bara svona ljósmyndar sem hann er búinn að vera lengi í bransan þessi? Ég held þetta er svo vant við erum að ferma mér er líka bara svo fyndið að segja að ferma bíl. Þetta er litt að ferminga já, við erum að ferma bíl. Topp klassa orðagrín. Já, það er ekki hægt að flokka þetta sem vondati því að mér fannst þetta æðislegt að. Já, bara alveg saman hvað hlustendur segja. Það er þakkaði fyrir að lega mér. Ég var það bara ég var að blow off some steam. Já, þú þurftir að koma þessu frá þér einu svona símtalið. Já. Pétur Jóhann, fyrsta sinni langan tíma hér og hann var að fara að ferma bíl í fyrir. Þessi heitir Zayn og lagið er Pillow Talk. Mikið spilað hér í FNÍ enda bara flott lag hér á ferð. Já, Zayn, ég held að hann heiti Zayn Malik fullu nafni og var í One Direction. Þessi, snillingur. Þetta er flott lag hjá hann. Gefum hún það. Vissið þú að 1 af hverjum 4 hefur sofnað í tíma í skólanum? Hefur þú einhvern mann sofnað í skólanum? Já, ég lagði einhvern tíman í jarðfræði. Nei, þú veit núna Nú ert að laumið stjórnlega staðarind, nú lappa ég út. Ég var bara að spyrja hvort þú hefði sofnað. Nú tek ég pókamann á fyrir. Steindi, hefur einhvern maður sofnað í skólanum? Hef ég? Já. Já, það ekki. 1 af hverjum 4 hefur sofnað í skólanum. Hættu að lauma þessi inn. Besta er, þú varst að koma hérna aðeins og segja á klóstunu. Egið fattaði ekkert og að byrja, sko, þið sýnir alltaf öllu áhuga, þar til þið fattið. Mér finnst jarðfræði í MK vera mjög leiðileg. Og ég lagaði með þar, ég veit ekki hana. Ok, en 1 af hverjum 4 hefur sofnað í skólanum. Það finnst mér rosalega lítil. Já, mér finnst það miklu, það er líklega 3 af hverjum 4, sko. Já, en það er komið að spurningakeppni Gilsarans, Egill, er hún tilbúin þar? Já, látum við að malla undir, þetta trailer er malla undir. Já, hvað er þemað í dag? Er þetta eitthvað sem að vill vinna? Já, ég meina, það kemur bara eftir hvernig manneskja þú er stöðun. Það er komið að spurningakeppni Gilsarans. King of the non-homophobe. Já. Þú veist, þarna er Öddi að fara að klúðra þessu og að fara að tapa þessu. Hver er með minni homofóbíu? Nú er ég með eitthvað homofóbíu. Já, mikla. Nei, það er ekki. Hann er með snertifælina. Já, með snertifælina, sko. Já, það er bara á við allt fólk. Það er ekkert eitthvað með homma þó ég sé með snertifælni. Jú. Það er ekki. Nei, hvað? Það er að klína svona á mann. Þeir eru illa við homma. Hann brjálaði þetta. Þetta er bara ljótt að segja. Brjálaði þetta í sportu sem Þetta er ekki að skila þetta. Hann er ekki þess með þetta. Hann brjálaði, þú höndlaði þá nú mjög vel. Þegar gæinn á limnum var að vikta sig við hliðina þar í sportinu. Það hefur ekkert með homofóbíu að gera. Hún er ekki til hér. Þannig að ég ætti að koma ágætur á þessari könnun. Ég meina, sparaði yfirlýsingarnar, það er að koma að keppni. Ok, algjörlega. Finnst þetta skrítinn keppni samt? Algjörlega, þetta er bara... Þetta skrítið keppni. Ég veit að ég mun vinna þetta. Af hverju veistu það? Af því, ég umgengst samkynniða mikið.
Bróðir konar samkynniður. Ég bara, og ég samkynniða vini og ég bara, en þetta verður easy. hefur heyrt spurningakeppnina hjá Agli samt? Þetta verður mjög skrítið. Og ekki þú fara að ljúga neinu hérna, Steindi. Nei, ég hef aldrei gert það. Aldrei. Okay. Mjög hreinskilegt að standa upp. Hvað Ég stend segirðu þá? alltaf upp í spurningakeppni. Það er ekkert undir og eitthvað, það er bara þögn. Já, það er ekki hægt að hafa bara þögn, við þurfum að hafa svona stemning í þessu. Já, myndi drepa það á stemningu. Ok, byrjum það. Hvaða kvist er þetta sem varst að setja undir? Þetta er trailer, hann er ekki svona meðan á, sko. Já, ekki að setja eitthvað annað. Ok. En bara tónlist, en bara, þú veist, hérna... Það er komin svona bettu undir. Ok, já. Málið þarf að víxla honum út. Þetta er 14 spurningar í dag, þetta er mest meira vanlega. Fílar Eurovision? Já, horf alltaf á Eurovision. Nei. Fílar ekki Eurovision? Hann sagði nei. 1-0 fyrir Blond Dale. Nei, ekki endilega. Ötti sagði, ég horf alltaf á Eurovision. Ég fíla hana. Ég gera það sama. Ég horf á Eurovision. Já, spurningin er fílar Eurovision. Ég fíla Eurovision. Ég finnst þetta alveg ógeðslega leðileg keppni. Það er smá homofóbía í því. Nei, ekki homofóbía, þetta er bara ömuleg tónlist, ömuleg lög og ömuleg umgjörð. Homar elskar Eurovision, sko. Nei, þetta er glata drasl, en fuck it. Hei, ekki svona. Þú getur ekki alhæft svona í að allir samkynniði fíli... Nefnd einn, samkynniði sem fílar ekki Eurovision. Það er örugglega hellingur. Nefnd einn. En áfram með keppnina bara. Hefur þið tekið þátt í Eurovision? Nei. Nei, það er því miður ekki punktur hana, því miður. Þetta var ég með punkt. Þetta er þú ekki punkt. Ég með punkt. Ég er með það litla homofóbíu, ég keppti í Eurovision. Það er ákveðið statement. Já, það er rosalega vel gert. Reynda tók Friðrik Ómar síðan og pakkaði mig saman á sviðinu í Smáralendi. Já, enda samkynniður. Og niðurlaðið mér framan alþjóð. En ég tók það ekkert svo illa. Nei. Fílar Madonnu? Já. Ok. 2-1 fyrir Blond Dale. Ertu með fleiri en 3 samkynnaða kallmenn í símasköndiðinni? Fleiri en 3? Ég bara veit það ekki, já, það held ég. Mér finnst þetta rosalega skrítin keppni. Jú, býtu, ég held ég sé örugglega með fleiri en 3. Ég held ég sé með Felix Bergsson. Ég er með hann líka. Jón Helga bróður konunnar. Ég er ekki með hann. Það væri líka skrítið, við þekkjumst ekki af þér. Sindri. Já, ég er með Sindra. Ok, það má dreita. Ég er með Pál Óskar. Ég er með Pál Óskar líka. Ég er með Friðrik Ómar. Ég er með meiri 3, já. Já, ég held. Nei, býtu, þú ert ekki búin að nefna fleiri en 3. Þú ert bara búin að nefna 2 samkynnaða menn að það. Þú ert með Felix Bergsson, með Pál Óskar, Friðrik Ómar. Þú ert ekki með Felix Bergsson. Nú ertu bara að ljúga. Ég er með hann hérna. Maður sjá þig flett upp númerinu af Felix Bergsson. Ég er þetta nafnið á einhverjum frændaðir skrifa Felix Bergsson. Nei, en já, býtu, ég er bara með hann hérna. Já, ok, það getur ekkert sýnt það neitt. Jú. Ok. Felix. Já, ég minna hann fer ekki að... Herðu, þetta er ekkert stig. Það var ekkert með númerið á honum. Ég er ekki með fleiri en 3, ég er með 3. Já, það var ekki spurningin. 2-2. Já, það er 2-2. Það er bara þannig. Hefur gist með viniðinum? Já. Það er að bóða hana. Hefur nakin kallmaður faðmað þig? Já. Sveppi. Já. Það er punktur. Hver var það þér? Hvað nakti kallmaður faðmað þig? Það hefur... Já, bara búa til eitthvað á staðnum. Nei, alls ekki. Ég er að hugsa. Þetta er eitthvað sem þú mann... Nei, mér finnst það bara 100%. Bara svona eftir æfingu. Ekki í nærbuksunum, hann er á hessöðingi. Ég meina faðma mig eftir að tala um hvernig þú faðma mig. Bara allspennaði faðma. Já, bara tekið utan um mig. Nakin maður. Það hefur gerst. Pottþétt. Já, hver? Bara einhvern tímann í tökum. Já, þú getur ekki sagt það og veist ekki hvað það er. Þetta er ekki Sveppið faðmaði Blöð. Já, það er rétt hjá þetta, ég get það ekki. Mér finnst það líklegt, ég get það ekki. Það er 4-3. Ég er nokkur. Blöð er að taka þetta. Ég veit að ég hef eftir að muna þetta því ég keyri heima eftir. Ok, hefur þið farið í þveng? Já. Það er núna... Mátt var að taka þessa spurning út. Hún er búin að vera í öllum kefnum. Ég var að sjá 5-4 fyrir Blond Dale. Hefur þið farið í sturtu með kallmanni? Já. Búndur að báða þannig. Er ég að fara að tapa þessu? Ég er mjög gay-friendly. 6-5 fyrir Blöð. Ég er mjög gay-friendly. Hefur þið jammað og gay skemmtist það? Já. Oft. Já. Skammast mér ekkert fyrir það, mér finnst það gaman. Já, ok, bara hvar? Bara til dæmis þegar við vorum með þetta nýjum blöðin í bæ hérna. Staðurinn sem er fyrir ofan 22, eða þú veist þetta. Já. Móti heim og Valda. Ég fór líka, hvað þetta ekki, Spotlight eins og niður. Já, við hefum pottitt djamnað á stað sem við En hefur þið strippað inn á gay strípiklúb? Það hef ég gert, já. Gerði í San Francisco í Ameríska draumnum. Það er mjög gaman það. Ok, nú ætlum ég að stoppa þetta eins. Nú erst þú bara búin að ákveða að leifa. Nei, býtu, þetta gerist alltaf. Þetta er punktur. Mér finnst þess að þetta gerist alltaf, af og til. Að þú veljir. Nú ertu búin að velja að Uddi sé bara að fara að vinna. Nú ertu bara að fara að segja eitthvað sem hann hefur gert. Af því að þú veist að hann hefur bara gert það.
Hefur þú strippað á Nei, ég hef ekki gert það á Egill vissi alveg. Það var bara næsta spurning. Þið gerðu það fyrir sjónvarpsþátt. Ég vissi það ekkert hvernig ég veit að þú... Þið eru að tala fyrir ameríska drauminn. Þetta var í ameríska draumnum. Já, hvernig ég veit að það, Steinþór, þú er ekki strippað og geði strípuklub. Ég anskotar maður að vita það. Ok, ég skal lofa þér, næsta spurning verður exclusive til Blöð. Nei. Alls ekki. Það ert ekki svona tapsár. Ég er mjög tapsár þessu, ég vildi vinna. Hefurðu farið í sleik við karlmann? Já. Það má vera í flippi. Já. Má verið í flippi? Hvað heldur það sé bara eitthvað alvara í því? Við erum báðir gagkinnir, þannig að það hlýtur að vera í flippi. Það má verið í flippi? Já, það er svo astnæður. Það er bara að vakna á sunnudegi, bara hvað var ég að gera í germa? Ég er bara nýtt í stjórnarmenni. Báðir mig já þarna. Hörðu, þetta er mjög spennandi. Það er 9-7, þú verður alveg að fara að rífa það í gangstein. Þú segir að það eru 14 spurningar. Já. Það er nóg að stigum eftir. Nei, ok. Hefurðu brjálast þegar vinnuðinn setur höndina til dæmis á raskataður og öskra? Hvað það gera maður? Hvað er anskutur að gera? Nei. Býttu, ég skil ekki spurningum. Ertu að tala um að taka Sverri Bergmann á það? Þú gerir svona af mig. Mér finnst allt í lagi. Já, þetta ég veit nætti atriðið einu sinni í sporthúsinu. Sverri Bergmann tjólaðist? Já, hvað, maður má ekki klappa mönnum á rassin lengur? Ég lagði bara höndina smekklega á... Já, sko, það fyrir eftir hvort þú hafi lagt lófan á rassin á honum. Eða eitt putta. Það er svolítið skrítið. Putti er svolítið slæmt. Þetta var lói, en síðan bara svona... Boraðiru? Boraðir í rassin á sessa? Ég boraði ekki það. Ef þú Málið, hann var að liggja og taka leg curl, liggjandi og taka svona spyrna hælum með rassinn og þú hefði aldrei farið í... Nei, ég veit ekki neitt hvort að tala um. Allavega, hann liggur á maður og spyrnir hælum með rassinn og ég lagði bara hendina firmly á rassinn og hann rauk upp bara. Hvað er það að gera það? Það er náttúrulega ekki hægt, en ef þú boraðir þá skilja hann. Hvorum með punkt? Ok, hefur rakað neturnar á viniðinum? Nei, fjandinn. Það er ekkert með fóbíu að gera. Það kalla bara eistun netu. Klára þess að vitlega þetta maður. Hvað er í gangi? Ef viniðin biður backup, þá getur eitthvað bara hvað meinur þau? Viniðin backup, hvað var það, handleggsbrotin? Nei, bara þú veist, þú kannski nær ekki eitthvað. Heldur að einhver vinur með hans myndir hringja og segja, herri, ég er í tómi vissni, getur nokkuð komið hérna til mín og raka með pungin? Það myndi ég segja eftir ykkur geðugur, klikkað, skell á hann. Hvað eru margari eftir? Skrítið spurning. Ein eftir, ég er búinn að vinna. Nei, hvað er ekki 9-8? Hefurðu sofið hjá öðrum karlmanni? Nei, og hvað er staðan? 9-7 fyrir Blöð. Ég er ekki leðilegt en þú ert að homofób. Á hverju tapaði ég? Ég tapaði á strippinu. Þú ekki faðmað Það er skilla sjálfur. Það var spurning ekki að gera það. Okkur faðmar ekki í máiðinu. En stíðin voru góð, 9-7, við skoruðum báðar hátt. Ringjaði í pappan stenda þetta smástund, Pétur Jóhann með graðamanninn og fleira. 50% afsláttur í búl til klukkan 8. Biljardbarinn Faxafinni. Betri notaðir bílar Kauptúni, framúrskarandi Toyota þjónusta, örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Þú getur alltaf selt okkur bíliðinn aftur. Betri notaðir bílar, Toyota, Kauptúni. Einn heppinn þáttakandi í fermingarleik IKEA vinnur 100.000 króna úttekt í versluninni. Kynntu þér leikinn á IKEA.is. Frábær fermingatilboð fyrir fólk sem stækkar og stækkar. Nature's Rest heilsurúm 1.20x2 verð aðeins 69.900 krónur og Shape heilsukotti fylgir frítt með. Dúnmjúkt tvennutilboð, dúnkotti og vöndu dúnsæng aðeins 19.800. Dorma, láttu drauminn rætast. Þú fær Thule skíðabóksinn og skíðafestingarnar í nýrri og stórglæsilegri verslun Stillingar að Bíldsöða 10. Thule skíðavörur á stilling.is. Nennir ekki út, langaði í pizzu og ís og bland í poka. Hringdu í 552-6060 og við björgum málunum. Ugly, Go-Boy, Smiðjuvegi 2. Þú skráir bílinn frítt inn á höfðabílar.is. Í fyrsta sinn á Íslandi. Endalaust tal, endalaust SMS og endalaust gagnamagn í GSM á aðeins 2.990 krónur á mánuði. Líður þér of stutt til að flækja hlutina. Kynntu þér málið og tryggðu þér áskrift á 365.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 95. Við erum að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það eru Auðun Blöndal og Steindi Junior með ykkur hér í stúdíónu. Hey, Deymarsson fór að sækja sér kaffi. Það er eitt sem ég vildi líka gera með Egill stökk fram, Steindi. Ég veit alveg hvað þú ert að fara að gera og mér líst bara ekkert á það. Jú, það er að hringja í pappaðinn. Og ég skil ekki af hverju þú vildir að fá pappamenninn inn. Ég bara næði ekki. Sko, við hringdum henni í síðustu viku og það má eiginlega segja að pappinn, hann er blowing up. Er pappi minn blowing up? Já. Af hverju hann bara, því að hann var í útvarpinu síðustu? Nei, hann byrjar að slá í gegn í Ísland Got Talent. Hann setur tunguna á nefið á sér og það verður allt vitlaust í salnum.
Svo ringjum við í hann hér í FM 95 blöð og ræðum við hann Kardashian. Hann mikill Kardashian maður. Já, hann það. Herru, áður nú veist að það komin grein kallinn á Vísi. Og bara mikið lesin grein, þannig að hann svona að verða helviti stór kallinn. Nei, hann ekki að verða helviti stór neitt og ég bara... Og ég held að sé bara við að hæfa að heyra í hann. Ég bara mér bara illa við það. Ég vill ekkert vera að fá... Vill ekki vera í skugganum á honum með það? Vill ekki vera í skugganum á honum? Nei, ég ekki að... Ertu eitthvað klikkaður? Ég að tala bara, þú veist, við erum bara með útastátt. Við erum í beinni útsendingu og þú vilt fara að hringja í pabba minn. Það er skrítið, það myndi enginn vilja. Mér finnst gaman að tala um hann síðast. Jú, ég held að tala við hann, en hvað ætlar að spyrja hann? Hann búinn að segja þetta Kardashian. Finnst þið pabbi hann svona leiðilegur? Nei, mér finnst hann bara mjög fínn. Ég ætla bara að spyrja hvernig hann að höndla aðteglina sem hann að fá þess að dagana og þetta allt, sko. Jesús almáttugur. Hvað er númerið á kallinn? Vittu, sög. Hann er með flip-ringingum, maður. Flip-ringing, þetta er bara venjuleg ringing, sko. Er það Steindi senior? Það er hann sjálfur. Sæll og blessað, þú ert einnig beint útsendingu á FM 95 blöð. Blessaði, pabbi. Já, takk fyrir það. Hvernig hefur kallið það? Takk fyrir það. Kallið hefur það bara fínt. Það ekki? Jú. Ég var að ræða við Steinda, hann er ekkert alveg spenntur fyrir að ringið. Ég veit ekki hvort hann sé svona öfundsjúkur að því að kallin er sláði gegn þessa dagana. Já, ég held að hún lítist ekkert á það því að heldur ég sem var að bjóða mig fram með eitthvað. Það er ekki eitthvað fásætt að hann að bjóða þetta. Ég var ekki flottuð það. Ég var helviti góð þar, sko. Alveg búin að plana það, sko. Já, en hvernig er búið að vera einhver athygli á kallinum eftir að kom greina á Vísi og svona? Já, sko, þeir sem ég hef hitt, sko, þeir hafa allir verið að reyna að setja tungum på neð. Hættu þessu, pabbi, það er enginn að því. Það getur þetta enginn nema ég. Nei, það er ekkert allir í þessu, sko. Hvað sleikt á sinni efi? Þetta er alveg sérstak, þetta er alveg mjög sérstak, sko. Já, ég er nefnilega... Fullt af fólki sem getur þetta. Hei, ég hef ekki hitt neitt. Ég get þetta ekki, sverða það. Já. En það ég ætlaði líka að spyrja þig, sérstaklega við náttúrulega höfum rætt það hér í þættinu, þú ert mikill Kardashian maður og fylgist vel með Kardashian fjölskyldunni. Já. Nú eru svaðalega vangaveltir ég var með í slúðurinn áðan að Kim Kardashian var að taka snappa af Kourtney og hann þinn maður Scott Kardashian, hann var þarna með henni, eru þau að byrja aftur saman eða? Já, ég var nú bara að fylgja saman daginn og það er bara vonandi, mér sýnist þetta allt stefnir rétt á áttina og leiðilegt að kallinu hafa verið hent út. Já, það er náttúrulega... Leiðilegt að kallinu hafa verið hent út? Að búið að vera neitt partístand á honum og svona náttúrulega. Já, maður svona bara slett aðeins úr klaufun og greið og... Hvað mann er það að tala? Eitthvað miskilinn, sko. Já, ég veit ekki eins og hver sem sko að þú vilt fá þinn mann aftur inn á heimili? Já, mér finnst hann eiga til þeirra fjölskyldinu, sko. Þetta er bara góð fjölskylda, sko. Hvað erum við að tala um? Við erum að tala um einhverja fjölskyldu. Og hann líka... Öllum drullu saman. Svo hafið þið heyrt að nýjasta kantið, sko. Það er skemmtileg tenging þar. Nú? Hafið þið ekki séð O.J. Simpson þættina? Jú. Það er hann skal ég segja Ross í Friends, hann leikur Kardashian föðurinn. Já, leikur pappa þeirra stelpnanna. Ross og Friends að leika. Svo má ekki gleyma sko að þau eru 4 systkini sko, það er Kourtney, það er Kim. Ekki ertu með öll nöfnin á hreinu. Jú, svo má ekki gleyma Rob. Já, og Khloe. Og Khloe, ég veit að þetta tengist það sko og svo... Akkur dró Rob sig úr þáttunum, veistu það? Herðu, ef ekki bara, hvað er að gerast þetta? Ætlum við að vera bara í þessu? Hann var alltaf mannst í þáttunum, akkur er hann ekki lengur, Rob Kardashian? Ég veit ekki hvað kom fyrir hann, hann hvarf þarna eitthvað aðeins út úr tíðanbili, en vonandi kemur hann aftur, það var gaman á honum. Hann hafði að fitna eitthvað ávist eitthvað þunglindugreið kallinn og dróð sér vist út úr þessu, las ég ekki þar. Já, ég skil ekki að hann skulle ekki að fíla sinni í þessari fjölskyldu, sko. Nei, þetta er fínasta fjölskyldan. Það eftir nú flestum að líða vel hann, sko. Já, en hvað megum við búast við næsta að Steinda senior? Já, það er nú bara aldrei að vita, sko. Það verður eitthvað skemmtilegt með vorinu, sko. Og skal ég segja hann sá Junior að færa svitna. Já, þetta er flott. Það er komið samkeppni í Grínheimann, hann á fjölskyldunni. Já, nákvæmlega. Það er gaman að þessu, þetta er Kardashian-hotnið og það verður aldrei aftur. Ég held að Steindi sé að byrja öfndsjóð. Vil ég ekki eitthvað heyra
yngri systurnar. Nei, við viljum ekki gera það. Öddi, við viljum ekki... Ég heyra hann ekki alveg til með því. Nei, Öddi, við ætlum ekki að fara að hlusta líka allar hina systurnar. Ég veit ekki hvað ein manneskja þetta Kendall og Kylie? Nei, við ætlum ekki að tala neina Kylie núna. Þær eru náttúrulega bara eins og þú. Þið vitið að það var svolítið tókstaritt á þar á milli, sko. Já, það er flott. Fyrst var önnur svo fræn. Það er gaman að þessu. Svo var hinn fræn. Pabbi, þetta er flott. Við heyrum... Sílikon í vöruna á sig. Sílikon í vöruna, já, það er gaman. Þetta eru loka orðin í Kardashian-hóttinu. Pabbi, ég heyri betur. Já, ég heyri betur, væ. Herðu, þetta er bara... Jésús, almáttur, maður. Okkur vildi ekki tala um það. Þú, hvað veiða upp úr hann eitthvað Kardashian-rugl? Hvernig er ekki drulluð saman með þessa Kardashian? Hann var komin á flug, kallinn maður. Var hann komin á flug? Hann vissi bara hver einhver fjarskild frænka er að héti. Þeir eru að fara að tala eitthvað mikið um það hér í beinni útsendingu. Ég náðu ekki eins og að hverja hann. Já, það er ágætt. Þú bara stoppa þetta. Já, þú færði heldur ekki að heyra í honum aftur. Steindi, þú mátt ekki gera öfundsökur þó að pabbi eins í blóðinu. Hættu þessu. Þetta lag finnst mér alveg hrikalega flott. Heitir I Took a Pill in Ibiza með Mike Postner. Já. Flott lag hér að ferð við okkur pappan Steinda aftur kjallaði fyrir spjallið. Já, er það ekki Kardashian-hotnið, er það ekki að hvíla það eitthvað? Mjög gaman að heyra í kallinu. Ég vil hafa meira af umræðum Kardashian. Já, svo líka bara með pappa, en það þarf ekki endilega að ræða við um Kardashian, sko. Nei, já, og ræða við bara um eitthvað annað. Já, sveimi þá. En það er hins vegar komið að dagskráralið sem er nú oftast fyrr í þættunum og heitir Hvort myndirðu frekar? Það er komið að því. Já, 3 spurningar og eins og alltaf, nei, ég er með eina myndirðu fyrir cash hérna. Wow. Sem er skemmtilegt. Inn í hvort myndirðu frekar? Já, það er að verða svolítið erfitt að vera með. Kombóbreykar með? Og þetta er eitthvað rugglaður, blöð. Crazy, flipaði. Já, það var verið að benda á að beða okkur að hætta að vera alltaf fikti í mæknum. Afsakið. Þegar þátturinn í loftinu. Já, það brakar í mér öllum hérna. Afsakið. En hér kemur hvort myndirðu frekar. Hvort myndirðu frekar vilja vinna sem trúður eða töframaður í barnaafmælum? Okkur í barnaafmælum? Það er það ekki svona sem við fara mest í? Nei, trúðar er mjög vinsæli bara í öllum afmælum og öllum veislum og... Já, ok. Þú getur alveg verið trúður í ykkur góðu 15 ára. Og líka töframenn. Ég byggðist innilega rannsókn þessu. Hvort myndirðu frekar vilja vinna sem trúður eða barna eða töframaður? Er ég til dæmis bara 20 á ekki? Ég er á lausu. Nei, þú ert bara jafn gamall þú ert núna. Þú ert að byrja að vinna sem trúður eða töframaður. Út af því að sko... Ég hef séð trúð í 15 ára. Töframenn njóta mikilvægt kvennhilli. Töframenn. Þeir nota spilastokkin á barnum, sko. Já, og líka veskið sem að kviknar í. Já, og eldveskin. Þeir vinna mikið með eldveskin. En ég hef séð töframann taka upp stokk á bar og byrja stelpum að draga spil. Já. Og þú veist, og þau fóru saman á kvöld, sko, það er 100%. Já. Ég er bara að spyrja ykkur hvort myndir frekar Einar Mikael, ég lofa því. En ekki það eitthvað, mér finnst það náttúrulega hræðileg pæling, en... Þannig að það heitla þig kvennhillinni í töframannum? Nei, alls ekki. Ég var einmitt að segja, þú veist, að þeir eru að vinna með þetta, sko. Einar Mikael er stundum mög núna, það er sem hann er að gera núna. Nei, hann er í því akkurat núna. Hver? Einar Mikael. Að gera hvað? Nei, herru, hvort myndið velja? Trúð eða töframann? Einar Mikael er í rúmið núna. Ég er bara að segja munin á sko töframönnum og trúðum. Já, hvað þannig að þú vilja þá töframann? En síðan ég veldi að fyrir með cashflowinu. Er meira cash í trúðabransanum með það? Ég bara þekki það ekki. Ég meina, ertu að spá í þessu þannig að þú veist, auðvitað bara að tala um að myndi fara að vinna við þetta. Þú ættir alveg ennþá konu og barn. Já, bara þú í dag. Já, ég veit þess að ég spyrja, ef ég væri tvítugur og lausu og þá myndi ég velta þessu fyrir mér, sko. Ég er bara að tala um þú sem eigin þeim. Þá var ekki spurning, þetta var töframæðurinn, sko. En nú er ég að vera fertugur og trúðabransinn er helviti heitur í dag, held ég. Ég ætla að vera töframæður. Töframæður, en þú Steindi? Trúðabransinn er heitur í dag, þú ætlar að vera töframæður. Já, síðan bara fór ég að hugsa um Einar Mikael. Já, ég sko... Og Bjarnar töframann sem... Eins og ég segi, ég held að sé bara skortur á trúðum. Það vantar góðan trúð. Sem getur blásið blöður og búið til dýr og mála sig furðulega og mætir í góðu 50-samali og gerir allt vitlust. Lappar aftur og bak og kveikir í ring og hoppar í gegnum hann og allt þetta rugl. Ég ætla að vera trúður. Ok, Steindi tekur trúðinn en Egil tekur töframanninn. Ég myndi ekki nenni að vera í einhverjum þröngum spandexskala einhver staðar. Það er ekkert allir töframenn í þröngum spandexskala. Hvort myndið frekar vilja vera með andlit hennar pullu eða lappið hennar á henni? Hennar pullu? Já. Hundur minn? Já. Sem er hundurinn af Steinþórs. Vera með andlit á henni eða lappið hennar á henni? Hún er, hvað með, betur ég þá bara... Já, hún er slæm í fótunum, sko. Já, hún er slæm í fótunum. Og hvað lappa ég bara á... Lappa ég á 4 með það? Nei, þú máttu ráða Karol sýttu lappinu á hann á þig. Glæsilegt. Þannig að þú væri með 4. Er ég með andlitu og pullu
Eða lappirnar. Einhvers staðar og líka með hennum, já. Einhvers staðar, já, þú getur verið, þetta eru 4 loppur svort að tala um. Já, 4 lappir. Pulla hestljótið ekki? Nei. Það er ekkert hestljót, bara ógeðslega sæt, sko. Já, ég er alltaf síðan séð hana. Já, viltu bara sjá mynda henni? Já, ég er nú gænum kannski. Já, það er ekkert mál. Þetta er frekar erfitt, sko. Ég get alltaf að lofa því að þetta er sætasti hundur bara. Er þetta ekki alltaf lappirnar? Nú spyr ég. Já, hún er enda fegur huguleg, sko. Já. Hann er ekkert eiginlega gefur þér eða fandlið á henni? Sko, ég þarf ekki að senda e-mail og ég held að það sé erfitt að senda e-mail út með pullu fæturnar, sko. Og ég þarf ekki að lift þungum lóðum líka. Nei, þetta er ekki rétt sem þú ert að tala um. Hakkaður á Helgi Góður, Steinda Junior. Nei! Býttu. Ha? Er að koma pakki til okkar í beinni útsendingu? KC og Fílakúlur og... Guð, það er eitthvað stærsta fata. Herðu, býttur þú að dæla kjúklingið þig? Er þetta frá Helga Góður sjálfum með það? Persónulega, já. Nei, ert að grínast það? Þú er mjög ánægð með þig. En ert að grínast? Ég er ekki að djóka. Ertu það góður starfsmaður, viðskiptavinur, Steinþór, að þú fegst þetta því ég séð? Herðu, þetta er rosalegt. Blöð, kerritin á blöðsnappi núna. Herðu, uppi snappi, er það að grínast? Þetta er frá... Þú þarf að sjá hversu stór fata þetta er. Þetta er líka frá Guð sjálfum. Svo erum við nýjanamið, Helga. þetta fætt á Twitter. Nýjanamið, já, hvað er nýjanamið það? Herðu, Steindi, það er bara að vera að dæla í þig. Fílakúlu. Já, það er góður stofið þetta á þeim. Hversu mikill meistari er... Ákvæða hvað mikið Kentucky líkt hérna í stúdíu. Herðu, hvort takkið þið þetta ekki? Þetta var bara að gefa okkur free shit, man. Já, ég myndi taka loppurnar á pullu. Og ég myndi setja þér meðfram hryggnum. Svona 4 saman bara svona eins og góðu dregi. Ok, þá var það síðasta spurningin og hún er í, myndirðu fyrir cash. Myndirðu fyrir 10 milljónir mega bara vera með eina stellingu sem eftir er í svefnherberginu. Fyrir 10 milljónir? Já. Má ráða hvaða stelling það er, eða? Já, en það er bara ein það sem eftir er. Já, ég meina... Ert þú mjög hrifinn að rótra stellingum með það? Herru, takk hérlega fyrir þetta. Ertu að taka 3, 4, 5, bara gott tempo á milli og... Já, hvað er þetta eitthvað rugglega? Svaraði bara spurningunni. Ég myndi segja bara já. Ég væri alveg til að fá 10 milljónir, sko. Ég myndi bara nánast gera hvað sem er fyrir 10 milljónir. Já, þú Egill, sama? Já. Að sjálfsögðu. Við skulum fá Pétur Jóhann hér eitt smástund með... Helgi. Er að sjá þetta? Já, graðmanninn. Á Stöð 2 Marathon getur þú hort á heilu þáttaræðurnar þátt eftir þátt og nú hafa póstræðar bæst í hópinn. Þú ert reikinn. Mútsi. Er það ekkert í boltanum, strákar? Laga. Sjá hár sem vex út úr vörð. Velkomin í rockkortni. Rúski karamba! Láttu þau líða vel í sorfanum og horfa á Stöð 2 Marathon þegar þér hendar. Stöð 2 Marathon fylgir völdum áskriftarpökkum 365. Tryggðu áskriftum núna á 365.is eða í síma 1817. Stór á krana á 550 kall milli 5 og 8 alla virka daga. Biljardbarinn Faxafenni. Frábær fermingatilboð fyrir fólk sem stækkar og stækkar. Nature's Rest heilsurúm 1.20x2 verð aðeins 69.900 krónur og Shape heilsukotti fylgir frítt með. Dúnumjúkt tvennutilboð, dúnkotti og vöndu dúnsæng á aðeins 19.800. Dorma, láttu drauminn rætast. Réttur mánaðarins í IKEA er ekta grísasnitsel með rauðkáli, grænum baunum, kartöflum og rjómasósu á aðeins 995 krónur. Komdu í mat. IKEA. Allt lítur betur út með blómum. Í dag er 20% afsláttur af öllum blómvöndum fyrir N1 korthafa. N1. Hluti af blómlegum föstudegi. Hvað tækirðu til bragðs ef nágranninn þinn reyndist vera vampíra? Hleyptu þeim rétta inn í Þjóðleikhúsinu. Meistaradeildarsæti og auðvitað heiðurinn í húfi. Tippaðu á Everton Arsenal. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Þú fær Thule skíðabóksinn og skíðafestingarnar í nýrri og stórglæsilegri verslun Stillingar að Bíldsöða 10. Thule skíðavörur á stilling.is. Snjallar fermingagjafir. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Hvítt Lindor páskaegg. Engu öðru ekki líkt. Linda.
Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. Hér í Walk the Moon. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 klukkan orðin 5:30. Hvorki meira en að minna. Þetta fljótt að líða hér hjá okkur á föstudögum. En við heyrðum símtal með Pétur Jóhanni hér fyrir þættunum og hann kom til okkar í morgun og var svona aðeins að fíblast með okkur og við dobluðum hann í 2 símtöl. Það einn karakter sem hefur alltaf verið mjög vinsæll með Pétri hér í FM 95 Blö og heitir Graðimaðurinn. þar sem hann hringir og svolítið æstur í símanum og við fengum pjesa í það í morgun og við skulum bara fá að heyra þegar Pétur Jóhann hringdi í bónda og hendi í þennan karakter fyrir okkur. Hér kemur Pétur Jóhann. Halló. Já, góðan daginn. Daginn. Hörru, ég sá auglýsingu út af Sauðburð. Já. Þannig að ég ætlaði svona að tóa hvort að, þú veist, getur maður sótt þetta? Já, já. Hvernig, þú veist, ég hef nú aldrei verið í þessu. Ég hef aldrei gert þetta, sko. Hvernig, þetta eitthvað ég hef aldrei gert þetta, ég hef aldrei verið í svona Sauðburði, sko. Já, já. Þannig að ég veit ekki alveg, er þetta erfitt? Hefur ekki verið í sveit? Jú, ég var í sveit, sko, en þú veist, einhvern veginn misti alltaf af þessu, sko. Já, við erum komið eftir Sauðburð þegar komið í heiskap og svoleiðis. Já, eitthvað svoleiðis, sko. Já. Hvernig er þetta gert, þú veist, hvernig er þetta gert? Það er bara, þegar það kemur fram í maí, þá byrjar rottutan að bera. Já. Þetta er 3 vikna törn, virkileg törn. Já. Vaktaði allan sólarhringinn. Ég, sko, þú veist, ég er duglegur og svona, sko, þannig að ég get alveg gert þetta, þú veist, ef ég fengi bara galla og kannski hanska og svona. Já. Og er þetta mikil vinna, eða? Kannski meira mótnana, eða? Það getur verið sólarhringsvakt. Sólarhring? Já. Og er maður bara einn í því, eða? Nei, það er fleiri í því. Það er fleiri með þess? Já. Það er allir saman í þessu, þannig að þú veist, maður getur alveg fyrst með og kannski læti í þessu. Já, það menn verða uppgjöfnir og þreyttir. Ég er að fatta, ég er kannski að ringi alltaf snemma, kannski. Ég er að ringi þig kannski alltaf snemma, ég byrst afsökunar á því. Nei. Ég er uglast, ég veist ekki hvað er svona stutt. Þú veist, maður er svona... Fyrirgefðu hvað ég er búinn að vera, ég veit bara ekkert þetta, fyrirgefðu hvað ég er heimskur. Þið finnst ég kannski bara heimskur. Þið finnst ég kannski bara heimskur eitthvað, svona, ég er náttúrulega borgarbarn, skilur. Það er bara... Þið finnst ég kannski bara eitthvað vitlaust að vera að hringja svona snemma og veit ekkert kindurnar og það. Nei. Finnst þið það? Nei, hérna... Þú mátt alveg segja, skilur, ef þið finnst ég heimskur, sko. Það er ekkert mál, segðu það bara. Segðu það bara, ef þið finnst ég heimskur, segðu það, ekki hika við það. Nei, fólk er bara ekki, þekkir ekki hlutina á þetta. En segðu það að ég sé heimskur, gerðu það. Nei. Segðu það við mig að ég sé heimskur. Nei. Akkur ekki. Segðu það við mig. Það er ekkert mál, segðu það bara. Það er svolítið vitlaus. Róaðu bara. Nei, bara allavega ég sé vitlaus eða eitthvað. Sem ég er. Ég er heimskur. Segðu það bara við mig þá. Það er kallinn, syngdu bara... Láttu ekki svona, segðu það. Láttu ekki svona, segðu það að ég sé heimskur. Gerðu það, einu sinni bara. Halló? Hann gata ekki. Ringi batterinn og segir, sorry, ég var hans æstur hérna, bara... Afturni? Sorry hvað ég var næstu að ég... Fyrirgeðu, það er alveg desperate okkar að vinna þetta. Já, var ég ekki svolítið æstur, segði ég hefur svolítið æstur. Það núna, bara verður rólegri, bara fyrirgeðu hvað ég var æstur var ég ekki allt og æstur. Já, segði ég hefur næstur. Ok. Nú byrjar það að byrja stafsökunar. Já. Góðan dag, hjá Birni. Já, ég var að ringja það náðan, ég fyrirgeðu, ég var orðinn svolítið æstur. Það var orðinn svolítið æstur? Já, ég bara byrst afsökunar á því. Já, Björn er því miður bara ekki við núna, já. Nei. Þú þurfti að fara. Já, en þú veist bara að segja honum að ég byrst afsökunar á þessu. Ég var bara orðinn æstur. Ég bara innilega afsökunar á því að hafa verið orðinn svona æstur. Já. Og ég skil því Silvins. Já, bara ef þú getur sagt hún að sko, þú veist, ég bara já til að svona missa mig að verða svona æstur. Finnst þér ég æstur? Finnst þér ég æstur núna? Já. Er það? Já. Er það? Já, nennar að segja það þá við mig. Já, þú ert æstur. Já. Nennar að segja það við mig. Ég var að því. Já, einu sinni enn. Nei. En því að finnst ég æstur? Já. Finnst þér það skemmtilegt? Finnst þér það skemmtilegt? Nú ætlum ég að hætta að tala við þig. Já.
En finnst þið skemmtilegt þegar ég æstur? Og þú bara farið til sálfræðings og vinnur í þínum málum. Bless. Já, ok. Ég náði ekki að byrja að taka. Þú fendir sálfræðings og vinnur í þínum málum. Ég held að það sé fallega loka orð á Pétur Jóhann Sigfússon í Graðamanninum. Skil ekki helmingin af textanum í þessu lagi. Ég skil work, 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 en svo kemur hellingur eitthvað sem að ég bara þekki ekki, því miður. Þetta er Rihanna og Drake með lagið Work hér í FM 95 Blu. En við ætlum núna að henda í dagskrárlið sem er tiltölulega nýr af nálinni. Hann hefur verið einu sinni eða tvisvar áður og heitir Brask og Brall. Já, það er alltaf hressandi. Já, þetta er síða inn á Facebook, ég held að kannist flest verið. Já, það er basically 1/3 Íslandi er hérna basically, sko. Það er 20.000 ranninni. Já, þetta er mjög vinsælgrúppa og það er gaman að fylgjast með henni, sko, út í að gera góða díla þarna. Já, það er, ég held að fólk sé að víla og díla þarna allan sólarhringinn og já, við byggum til dagskrárlið þar sem að við tökum tilboð og samræðu sem eru að inni og setjum svona lag undir, svona til að gera þetta aðeins dramatískara. Og já, eins og ég segjum, þá var allt sem er lesið upp hér í þessum dagskrárlið er inn á síðunni. Hefur þú gert einhvern tímann eitthvað inn á Brask og Brall? Nei, ég vant eftir að henda grunninn. Já, Steindi er frammi að þrífa á sig puttana eftir Kentucky-fötuna sína hérna, hvað átt hann? Þú slægt að fata fyrir síðan. 20 bita. Hann er búinn að geta sér í reyn. Hann átti yfir sig, sko. Hann átti mjög hratt og átti yfir sig. Hann er nú stúdíónu, hvar er hann? Hann var líka svo spenntur af því að Helgi Gói gaf hann þetta persónulega. Hann er líka með ársbyrðir af candy hérna, sko. Já, en hér kemur, kæru hlustendur, Brask og Brall. Tekum á þeim. Kallinn er með Riley snookerborð til sölu. Auðvitað hægt að spila biljard líka. 100 x 200 cm. Það bil 3 kjöðar, allar kúlur, stigatabla og þríhyrningu fylgir með. Ég skoða skipti. Ef dúkurinn er í lagi þá var ég hugsanlega til. Ertu fyrir útivist? Er með Infinity skíðavél til sölu á 25.000 krónur. Geti fengið hann uppi á smá Monsa á móti. Ég bý í Reykjavík by the way. Ég þoli ekki skíði. Ertu með eitthvað annað? Til ég að skoða flest. Sælir, ég er með Spiderman skó með bláum blikkljósum. Þeir eru nýjir, stærð 30 og Van Gogh Tigris 800 XL 8 manna fjölskyldutjald. Stærð 30? Heldur ég sé eitthvað lítið baby? Ég er fullorðinn maður og nota skónúmer 42. Ekkert tjald fyrir mig, takk. Útivist sucks og ég á ekki börn. Ég er solo. Já, ok. Ég er líka með serviettusafn. Eflaust verðmætt á eBay og þessum síðum. Hey, vilt þú ekki bara hætta að bjóða í snookerborði? Þú ert með glata stöf. Tól. Var að komast yfir þýska gæðapressu. Mjög þétt og góð. Og dælir 390 lítrum á mínútu. Cirka 60 lítra tankur. Ok, bjallað á mig. 698 77 65. Brask og Brall. Hey, ég er með 10 óskafaðar happatrennur, en í Takers. Pantaðu bíl með Hreyfils-appinu. Sæktu appið á App Store eða Google Play og þú ræður ferðinni. Hreyfill, bæjarleiðir. Tippaðu á Everton Arsenal. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. Burt með magan. CLA og Green Tea fyrir erfiðu magafytuna sem fer síðust af. Vaxtarvörur.is. Warner Bros. Kynna stærstu mynd þessa árs. Batman vs. Superman. Stay down! If I wanted it, you'd be dead already. Hvor hefur betur? Batman eða Superman? It's time you learn what it means to be a man. Batman vs. Superman, Dawn of Justice. Forsala hafin. Til hamingju. Nú færðu iPhone 6s 16 GB með glæsilegum kaupauka og 6 mánaða gagnamagni á sérstöku fermingartilboði Vodafone. Kynntuður málið á Vodafone.is eða í næstu verslun. Vodafone. Við tengjum þig. Verði þér að góðu. Dirty Burger and Ribs. Viltu passa í rauðu spýtóskíluna þína? Fara á fitnessport.is og pantaðu Ripper núna. Fjölbreytt úrval fermingagjafa hjá Ormsson. Gefðu gleðilegar gjafir. Ormsson fyrir fermingabörnin í landinu. If it's
Engir tollar, enn betra verð. FNF. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. Gammalt og gott hér í FM 95 Blö. Avicii með Levels. Klukkan orðin, korter í 6. Og já, við eigum eftir að spila hér, við ætlum að flumflytja nýtt lag með Gumma Þórarins, toppmaður þar á ferð. Gummi maður, Gummi fuckface, toppnáðingi. Toppnáðingi. Urðu þið latari drengir eftir urðu ástfangnir, vitið það? Latari? Já, nú eru þið báðir á föstu og báðir ástfangnir eða ekki? Nei, ég get ekki tekið undir það. Nei? Þetta að lauminn einhverju störtlaðar eða? Nei, þetta byrjaði eins og störtlaðar. Akkur má ég ekki tala lengur í þessum þætti? Þú mátt tala við, mér fannst þess að þú væri að byrja að lauminn inn. Nei, þið eru bara hljómar þannig, þetta er svona þetta er inngangur að einhverju staðreyndu. En nú spyr ég, er einhver prósent af því hjá þér? Nei, ég bara spyrja því að ég heyrði einhvers staðar út í bæ að menn eru latar eftir að vera ástfangin. Er það eitthvað sem þið þekkið? Heyrðu það út í bæ? Já, ég sko latar á djamminu, já. Við getum kannski orðað það svona þess. Þetta er mest í rossaskýta sem ég heilt. Eins og til dæmis eins og til dæmis eins og núna bara Þetta er nú dónalegt sem hann að segja við þig. Þetta er hrikalegt. Já, það er frekar að barni það er gert í latar á djamminu, ekki þá varst ástfangin. Ennþá meira, eins og til dæmis á þessu ári þá hef ég bara farið 2 sinnum út í bjór. Já, en það er líka út af barn, en þú ert búin að vera með konin í mörg ár og þú ert búin að vera fullur sinni í kynntist þér, þannig að það er ekki eins og það er. Þetta eru stór. Ég held að ég hef aldrei skilið af mörgu tími í vinnunni og neinu ári, eins og 2016 núna, fyrstu 3 mánuðina, þannig að þetta er hestakókur, myndi ég segja. Þannig að sá sem að sagði með þetta, hann var bara eitthvað að ljúa. Sá sem að sagði þér þetta, þessi ógeðslega síða, svo þegar fram að nefa þar hérna. Nei. Hittir og varstu bara í Kringlunni, hittir einhvern frændaðinn frá Króknum og hann sagði blöð. Hérna, við erum með smá ruglandi fyrir þér, vissur það? Nei, þetta var ekki þannig, ég var að ræða samband við einhvern. Er maður ekki latari einmitt en maður er ekki í sambandi? Það er maður. Ég myndi frekar halda það. Já. Þá hefur þú miklu meiri tíma og einhvern veginn svona byrjar að hanga. Er það ekki? Ég veit ekki, þetta er bara... Akkur eru að tala með þetta, eitthvað störlustæðin toppluðu? Já, ég vil hoppa með verðan. Það var strákur sem var ræðið með samband, það var ógeðslega fyndið, sami drengur, hafið þessi myndina Kastavi. Já, með Tom Hanks, King, Tom Wilson. Fíluðu hann ekki? Bara frábær mynd. Ógeðslega góð. Hafið þið hort á þættina Lost? Já. Svona, þú veist ekki allt Lost stöfið, en ég datt út þarna þegar það kom út í Horseshit. Já, ég tók fyrstu nokkar. Því að frændið minn Brynjar... Þú ert enga frænda sem heitir Brynjar. Þú ert að lesa þetta? Ég er að horfa að lesa þetta. Brynjar Karlsson. Nei, býttu, þú veist ekki hvað ég er að segja. Af því að Brynjar frændið mér, hann sagði mér að Kastavi átti að vera sjónvarpsþættir en var svo gerð bíómynd. Þú ert að laumið og svo gerði þættina Lost eftir það. Af hverju tökum við ekki bara, af hverju hefur við ekki bara henda okkur í sturlaða stæðin? Vistu þú það? Byrja að ræða þessu. Að segja vandamálið þegar þú. Hann er með takkana. Við erum bara 2 verktakagómar. Nei, þú er bara þig. Ég er verktakagómur. Við getum ekki ítt á bleikatakkan og sett sokk í hann eins og hann gerir okkur þegar við þannig ég má ekki segja neitt lengur. Já, þú getur bara sagt okkur... Þetta var ekki styrlu staðrind. Þú getur talað við okkur margt annað en staðrindir. Þetta var ekki staðrind, þetta var bara sem að Brynja frændi mér sagði mér. Já, ok, og það er gaman að hefur aldrei hittum hann helvítis Brynjar og það ekki aðeins ógeðslega lengi. Herru, ekki rakka niður Brynjar á minni vakt, það er toppmaður. Toppdrengur. Brynjar, frændið þinn. Ná, menn hvernig er helgin hjá okkur, drengir? Helgin er... hún er bara góð. Við erum að veislustýra hjá rúmfattararðum. Já, annað kvöld. Það verður stemming. Það verður bullandi stemming. Ég er að hlaða batteríin fyrir all hróðalega páskahelgi þegar ég er komin í páskagýr. Já. Ég er á Króknum, ég er á Your Hometown laugardaginn á páskunum. Vel gert. Og sunnudeginum er ég á Skaganum. Herru, býttu nú við. Er DJ Muscleboy farin að dusta rykið að græna? Já, í staðinn að taka páskatúr eins og ég alltaf gert, þá ætti ég að taka 2. Já. Ég ætla að kíkja á Pétur Jóhann í kvöld. Sýningun hans. Ég er ekki hann síðan, óheflaður. Já, einmitt. Ég elskar Pétur Jóhann, hann er uppáhaldsbolla mín. Það er brjálæði að gera stók. Já, það er slaða fótboltahelgi líka, það er Manchester United, Manchester City, eða City, Manchester United á sunnudaginn. Herru, gaman að segja fyrir því, með fótbolta. Því að ég er að fara sem sagt að það var haft samband um mig frá fótbolta.net núna fyrir stuttu og ég er að fara að spá í spil. Ég er að fara að spá fyrir leikjum. Góður. Og það kemur út næsta föstudag og ég ætla að fylgjast vel með þessu sísoni svo ég verði með allt mitt á hreinu. Það ætlar að vera með áluru staðreyndir? Já, það er bara eitt sem ég er búin að finna í gegnum ykkur og marga aðra að fótbolti er greinlega mjög heilagur, það má ekki vera hræri í honum. Þannig ég ætla bara að stúdera þetta núna algjörlega, svo ég veit hvað ég er að tala um. Ok, en ég veit að það verður mikil stemming í Keiluhöllinni á sunnudaginn að gera kíkja á leikina þar bæði á laugardag og sunnudag og smakka jafnvel 4. bestu pítsu í heimi. Já, King sem er vel vann 4. bestu pítsu í heimi í Vegas um daginn. Já, en það er komin tíma á frumflutning hér. Það er komið Þórarins
Og Bróðir Ingo the Weatherman. Já, þetta lagið Saman, tekum á sig. Heitir hann ekkert svona eftir veðri? Gummi Haglilega. Guðmundur. Ég held að hann sé ekkert að spæða þér. Sólskinn, ekki neitt. Það eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur í dag, FM 95 Blu. Hún að vera með ykkur sem 4, fengum Pésa inn og hann var feskur. Hendi 2 símtöl fyrir okkur, þakkum Gauta kjallaði fyrir komuna. Alltaf gott að fá Pésa inn. Já. Þú maður draga hann meira í símaklefan okkar. Já. En þetta var síðasti þáttur okkar fyrir páska. Við erum í páskafrí næsta föstudag. En Egill Einarsson var reyndar með stuðlaða þátt næsta föstudag. Egill, þú manst það? Terminator 2 þýmið og Mortal Kombat þýmið. Þá er ég sáttu þig. Ég er búinn að skrifa þetta niður og ég mun koma með þetta fyrir þig. Líka það bæði. 100% annarkvort. Annars vonaði bara allir eigi yndislega páska. Hafið það gott, farið varlega og gangi hægt með gleðina dyr. Drengir, hafið þið það líka gott páskana. Takk og sömuleiðis. Við sjáumst hér eftir páska og við endum þetta á góðri vinkon okkar. Hún heitir Þórunn Antonía, íslenskt játak. Reynda syngur á ensku í þessu lagi og ég skil ekki enn í dag af hverju þetta lag varð ekki heimsfrægt. Þetta er eitt af mínum uppáhalds. Gleðilega páska. Heyrumst.